Föstudagskvöld og helgin að renna í hlaðið í öllu sínu veldi Autt og Sveppi með ykkur hérna á þessu yndislega kvöldi. Já, kæru gestir, það stórkostlegu þáttur framundan. Við erum að tala um það að það að koma fanta góðu gestur. Þetta kanóna. Þetta dýrari típan. Þetta dýrari típan og við erum að tala Geir H. Haarde. Rétt minn kæru Blöndal, fyrirverandi forsætisráðherra ætlar að koma og setja hérna í stólinn hjá okkur og við ætlum að spyrja hann og við viljum fá svör. Það rétt. Já. Þetta fréttaþáttur og það komið tíma á að Geir H. Haarde svari nokkrum spurningum. Ekkert alltaf að tippa eitthvað á tannum í kringum svörin. Nei, ekki hopp í kringum grautin eins og veikur köttur. Nei. Ég að djóka. Já, skemmtilegt djók. En það ekki eina, við fórum líka með Geir H. Haarde og tókum við skemmtilegt atriði með honum. Já. Þannig að það eins og við segjum, góður þáttur framöndan, en ég samt að spá ég að byrja á smá slúðri. Já. En það lagið þín það. Já, það gleður mig. Ég var alltaf með slúðurinn í 70 mínútum og mér langar að prófa það aftur. Já, ég til. Ég ætla að hefja þennan slúðupakka á Michael Phelps. Þetta slungkappi sem hefur verið að gera það gott. Hann vann 8 verðlaun á Ólympíuleikunum núna í sumar. En vinir hans vilja meina að hann sé ekkert að höndla frægðin allt og vel þessi kappi. Nú? Nei, hann byrjað að reykja hass, eins og sést þarna myndinni. Það ekki alveg slúðrið mitt. Heldur slúðrið mitt að hann líka byrjað að sænga hjá henni Lindsay Lohan. Sem víst, lesbísk þegar henni hentar, en svona inn á milli með kallmönnum. Þetta eitthvað voðasteikt. Já, svona fyrir bæði bara sem krúllett. Já, það svo sem ekkert af því. En vinir hans vilja meina, hann bara einhvern veginn ekki að höndla þetta, því að hann var sko ekkert frægur. En svo allt í einu vissu allir hver hann Á einni nóttu, eða einum degi. Sprakk hann út með alla sína medaljur. Hann náði að synda sig inn í hjörtu landsmanna. Já, og það eitthvað sem þú mútt aldrei gera. Nei, þessi sundkappi líka, það bara eins og mammans hafi átt svona eitthvað stundabrjálaði með höfrung í fjölbrautu. Já, og eignast lítinn í felp. Þessi bara, hann bara í sundlegu bara í rugglinu, sko. Já, og hann búinn að missa það? Já, sem sagt, við vonum að hann skopi tilbaka. Hann þarf að fara að einbeita sig bara því að synda og vera íþróttamaður. Hann búinn að missa einhverja styrktarsamning og eitthvað. En hvernig getur þú látið mynda þig bara að vera að reykja hass? Er það ekki eitthvað sem þú gerir bara niður í kjallara einhvers staðar? Ertu bara með ljós? Háskólapartíð bara eitthvað. En já, seinna slúðrið hins vegar af vin okkar Owen Wilson. Þessi maður hefur verið að jafna sig eftir að hafa reynt að fyrirfara sér á síðasta ári. Alveg rétt, já. Og hann ákvað mitt að reyna að fyrirfara sér af því að það slitnaði upp úr hjá honum og Kate Hudson sem þarna með honum á myndinni. Já. Þau voru par í einhverja nokkra mánuði, hættu saman og hann fór ekkert allt of vel í kallinn. Nei. En þess vegna finnst mér svolítið steikt að heyra að þau eru byrjað aftur saman. Já, er það málið? Já, þau eru að slá sér upp og maður spyr sig, það sniðugt? Já, eftir nei, þetta bara, Loksins búinn að jafna þig, byrja að leika aftur og svona, best að byrja eftir með henni. Tjekka hvort ég höndli það núna þegar við hættum saman. Já, þetta ekki gott mál, þetta aldrei steikt. Ég hafði líka alltaf fína trú á Kate Hudson, en hún byrjaði með vinans sem þarna krabbameinsgaurinn sem hjólar alltaf á fullu, Lance Armstrong. Já, því að mér finnst nefnilega Kate Hudson, sko, þegar ég horfa á hann í bíómyndunum og svona, þá þetta svona stelpa sem maður hugsa, þetta góð kærasta. Já. Þetta stelpa sem ég myndi nenn að ganga niður Laugaveginn með og leiða, skilur. Hárrétt. Ég myndi aldrei skammast mín fyrir hana. Nei. En ég myndi gera það núna, skilur, þannig sé að því að hún at the end, skilur, bara Piazza. Vá, já. Herðu, það hins vegar komið af afhendingu við ákvöðum í síðustu viku að reyna að finna lélegasta tónlistamann Íslands. Já, og við fundum hann heldur betur. Já, með hjálp Íslendinga. Og talandi hjálp ykkar áhorfendur góðir, þá minnum við á Autti og Sveppi @stöð2.is. Þarna með ég senda okkur tölvupóst og það má vera hvað sem Ef þið viljið sjá okkur gera eitthvað, sendu okkur tölvupóst. Komið með kannanir eða hvað sem en jafnvel áskoranir. Okkur alveg sama. Versti tónlistarmaður í heimi. Við erum komnir með medalíu fyrir versta tónlistamann Íslands sögurnar, það Egill Einarsson. Já, hljómborðsleikari Mercedes Club. Já, hann einkaþjálfari, já. Sér fjárþjálfun. Já. Hann staddur í sporthúsinu. Já, verður ekki auglýsað fyrir hann með fjárþjálfun.is þessi drákur. Já, sem að gera allt vitlaust. Og hann hérna inni. Já, hann með skrifstofu hérna, sko. Það skrifstofu? Það snill. Ekki allir í stuði. Hvað hann? Ekki með skrifstofuna sinni. Það sé ekki að lifta eða geta brótin eitthvað. Já, herri, við ætlum að ralla niður í sal. Hann hlýtur að vera... Finna bíblið. Hann hlýtur að vera eitthvað... Tilbúinn. Já, herri, hann að lifta náttúrulega. Hann svo sterkur að lifta. Já, hann hann. Gísina, sælur þú? Blessaður, Garni. Hvað segir þið? Blessaður. Til hamingju, þú ert lélegasti tónlistarmaður Íslands samkvæmt áhorfendum Autt og Sveppa. Já, ekki lélega, hann svona versti tónlistarmaður Íslands fyrr og síðan. Hvernig fáið þið það satt út? Samkvæmt vísir.is, fólk kaupa það. Það er búið að vera að kjósa, sko. Já. Til lít kúkis kannski? Það er ekki hægt. Það er búið að koma burtu með það, sko. Þetta er gullmedalja sem að þú varst að vinna.
En ertu tónlistarmaður eða? Hefur ekki séð mig á hljómborðinu eða? Jú, það segir mér ekkert það hvort þú sér tónlistarmaður eða ekki, sko. Ég er tónlistarmaður. Hérna stendur versti tónlistarmaður Íslands, Egill Gils Einarsson. Dógeðslegur. Ég er tónleikur ekki, alveg. Nei, þetta er ekki okkur að kenna. Þú versti tónlistarmaður Íslands, til hamingju með það. Feitur ógeðslegur. Við erum báðir leiðilegir. Til hamingju með þetta? Já, til hamingju með ógeðslegir. Já, þetta var hann Egill, vinnur okkar sem var að vinna versta tónlistarmannin. Störe í dag, mástu? Já, Störe, Gils Störe. Hann er vel að þessu kominn. Við sendum boltan aftur upp í stúdíó. Já, eins og við sjáum þetta þá var það hann Egill sem vann versta tónlistarmann Íslands eða Gilsinegger eins og margir þekkjan, en nú flesta þekkir hann sem Den Störe. Já, hann leikur sér svolítið með nöfnin. Já, og það er gaman að því. Já, það er gríðarlega spennandi hvað hann kallar sér næst þessi maður. Já, þjóðin stendur á öndinni stundum. Já, en það styttist í Geir á Haarde fyrir forsætisráðherra Íslands. En ég ætla að spyrja þess að ertu búin að vera að horfa á Rétt á Stöð 2? Já, ég er búinn að sjá 2 þætti. Já, ég ánægði með það. Já, margt gott. Margt svona stundum fær maður gamla kjánarrollin. Já, en þetta er alltaf gaman að sjá íslenskt leikið efni. Já, mjög fínt. En það er eitt sem hefur vakið athygli mína og ekki bara athygli mína, að það er hérna einn aðalleikarinn, hann er svolítið brúnn í þáttunum. Maggi? Já. Maggi Jóns? Skulum fá að sjá myndina þess á hann. Já. Já, sér hann hana? Maggi Jóns, gamli gussarinn maður. Já, þetta er bara eins og þunnhærður Ásgeir Kolbens á leiðin á Branda eða eitthvað. Þetta er bara eins og Ásgeir Kolbens eftir 10 ári eitthvað. Það sem ég tók eftir er að fyrir nokkrum árum síðan að þá fór Sveppi í 5-falda brunkumeðferð í Strákanum. Alveg rétt í áskorun. Já, og við skulum fá að sjá, sérðu? Þú ert samt ekki brúnn en hann. Nei maður, djöfull er ég ljótur maður. Shit maður. Þú ert svona eins og brúnn karritopp að það. En vá maður. Þannig að ég hefur að hugsa hver er að sminka manninn? Vá, þetta á að vera svona einhver góspappi. Ég veit það, hann á að vera að fá sér bríser helgar og svo bara dæmi málun og allir elskar. Já. Það verður svolítið þannig, sko. Við þurfum að tala við Sigrún, hann skrifaði þetta. Já. Svona meðal annars. Bara hvernig hafði hann í huga hann? Já, hann hefur örugglega verið með Ásgeir Kolbens 10 árum seinna. Já. En hann er brúnn og sætur í þessum þáttum, við ætlum ekkert að taka það á hann. Nei. En það er hins vegar komið að jaywalking. Já, þau hugsa með ykkur, jaywalking, hvað er ætlaði að fara að stela því frá Jay Leno? Já, við hikum ekki við það. Við ætlum bara að stela eins miklu við getum í sem þætti. Við erum með gömul 70 mínútum, Strákunum, Daily Show, Jay Leno, þetta köllum við jaywalking. Kíkjum á hver er maðurinn. Eru þið tilbúnar? Já. Hvað hefur við gera? Við erum að giska, þetta er svona hver er maðurinn. Ok, eru þið tilbúnar? Já. Eiður Smári. Já, rétt. Þetta er Arnór Guðjónsson. Eiður Smári. Tiger Woods. Rétt. Tiger Woods. Þetta er hann hérna, Tiger Woods. Tiger Woods. Sveppi. Sveppi? Hvað þá, fyrir 20 kílóum? Já, ég veit ekki. Þetta er nú Vestmannaeyingur Tryggvi. Þetta er einhver. Þetta er einhver sem ég þekki ekki. Nei. Þetta er Hillary Clinton. Þetta er nú Hillary Clinton. Ekki hugmynd. Veit það ekki. Ha? Veit það ekki. Þetta er Hillary. Já, Hillary Clinton. Ég veit það ekki. Hún er þingmaður. Þetta er Ásta Ragnheiður. Vitið hvað þetta er? Nei. Já, þetta er Ragnheiður Ásta. Britney Spears. Þegið, hvernig vissu þið? Hit me baby one more time, það er rétt. Spears. Britney Spears. Já. Þið þekktu hana? Já. Þetta er Britney Spears. Æ, hérna, hvað heitir hún? Man ekki. Hérna, jú, hérna, íslensk. Já, hérna, margt rán eitthvað. Það verið í sjö hirtu. Já, ógeðslega oft hún er. Nei, ekki hann það. Hún var að fá blóð í Playboy, veit ég. K, eitthvað, nei. Katrín Rán. Konan hans hérna, Skagamæsir hérna, í fótboltanum. Ásdís Rán. Ásrún. Ásdís Rán. Ásdís Rán. Hárrétt. Hún er Ásdís Rán. Ásdís Rán, já. Þetta er Obama. Hvað heitir hann fullu nafni? Barack Obama. Og þetta er nú sjálfur fórsetinn. Þetta er Bandaríkjaforseti. Obama. Þetta er hvað þetta er? Ósama eitthvað. Osama bin Laden? Nei. Þetta er hérna
Þetta er Obama. Já, Obama. Hann forseti Bandaríkjanna. Já, það er rétt. Já. Hann forseti Bandaríkjanna, heitir Barack Obama. Ég veit ekki. Þórhallur Höskuldsson. Já. Vinna Þórhallsson að séra frá Möðruvöllum. En hver er þetta? Hann er einhverja stjórn. Já. Ekki ríkisstjórn samt. Nei. Hann er flottur, en hver er þetta? Þetta er sá sem var í 5 mínúturnar. Já. Höskuldur Þórhallsson. Já, rétt. Velkomin aftur Raut og Sveppen með ykkur á þessu föstudagskvöldi og það er komin til okkar gestur og það er engin smá gestur. Ég held að það hafi fáir verið jafn mikið eldlínunni síðustu mánuði og þessi maður. Þetta er fyrrum forsætisráðherra Íslands, Geir H. Haarde, verður velkomin. Takk fyrir. Gaman að fá þig maður. Takk fyrir að gefa okkur tíma til að koma hingað. Já, ég hef ekki komið til eitthvað sem ég drakk ógjastrykkin. Nei, í 70 mínútur. Árið, já. Var enginn svona, þegar þú ákvaðst að koma til okkar, var enginn svona Geir, ekki gera þetta. Þetta er rugl, þeir eru vitlausir. Ég tekkaði á þessu í yngri deildinni, og þeir sagði að þú lætur þetta tækifæri þér úr greipum ganga, það mundu auga okkur á fæti. Þessu skal það ekki missa af, sko. Nei, þannig að það var enginn að segja við ekki fara að hitta þessi fíbl. Nei, það var enginn sem segði það. Það var minnum það. En hvernig hefur það þetta? Kannski hérna kemur það í ljós eftir á, ég hefði ekki átt að gera það. Já, það er svona mál. Nei, ég hefði það fínt. Ég hefði bara mjög fínt. Já. Og heilsan fín? Já. Með skoðast þá til annað kemur í ljós. Já, og þú ert farin að vinna aftur. Byrjaði að vinna, byrjaði í rektinni, byrjaði að gera allt þetta sem ég var að gera áður nema ég er komin í annað jobb. Já, og þú ert að hitta þetta fólk náttúrulega niður í þingi. Já. Og er það ekki svona, pirrandi? Ég veit það nú ekki, það er misjátt. Já, langar mann ekki stundum svona að ulla eða, gefa... Nei, þetta eru hlutverkaskipti. Við erum komin í annað hlutverk núna, við sem vorum í ríkisstjórninni. Ég er núna orðinn leiðtogi stjórnarandstöðunar. Já, það er í fyrsta skipti? Já, sem ég er það, já. Alveg, já, þú ert náttúrulega. Þetta er í fyrsta skipti sem að Sjálfstæðisflokkurinn, í 18 ár. Já, ég var í stjórnarandstöðu frá 88 til 91. Já. Þegar þið voru litli guttar. Já, 81, Öddi var nú bara í punktum á pappa sína. Nei, það voru eins árs. 91. 11 ára, komin í rugli. En hvað voru svona líklega, við erum að pæla í, það voru náttúrulega rosalega margir sem voru á móti þér og sumi með þér og allt það, sko. En hver myndið þú segja að vera svona þín helstu mistök sem þú gerðir? Á þessum tíma? Á þessum síðustu mánuðum? Já. Ég er nú ekki búinn að svo sem leggja það niður fyrir mér en það tala margir það. Ég hef verið duglegri að halda blaðamannafundi og koma upplýsingum frá mér og svona. Þú varst nú með stand-up í iðn? Ég var að veita, mér fannst ég alltaf verið í fjölmiðlunum upp á hvern einasta dag, innlendum sem útlendum. Já. En það var kvartað undan þessu og svo náttúrulega þegar maður er búinn að fara yfir þetta sem ég er ekki búinn að gera, þá mun örugglega koma í ljós að við höfum getað gert hitt og þetta eitthvað öðruvísi og eitthvað betur en það voru allir að gera þessa hluti í fyrsta sinn. Ertu vissum að hefði getað handlað þetta mun betur heldur en gerðist? Nei, við gerðum auðvitað margt mjög vel og rétt. Okkur tókst að halda hérna uppi fungerandi bankakerfi sem var kraftaverk í rauninni og margt af því sem gerist í kjölfarið var mjög vel gert af þeim sem að því stóðu, ekki bara í ríkisstjórninni heldur fullt af fólki sem kom næri þessu. Og ef við horfum á reynslu annars staðar frá öðrum löndum og þá held ég að það muni nú koma út úr þessu að þegar að uppi staðið að þetta hefði tekist ótrúlega vel. En þetta var auðvitað og er auðvitað ennþá heilmikil krísa. Já, en hvernig var, af því að ég man bara, maður hefur aldrei upplifað svona tíma áður og maður var bara einhvern veginn svona hálfhræddur bara einhvern veginn. Enginn okkar hefur þannig blað. Nei, en hvernig varst þú þú komst heim eftir svona dag, komstu bara heimtíðin með bara lappir upp á borð og bara ástin mín, gef mér eitthvað að éta maður. Komstu með upp í kaldaninga, Jóna, og verður snöggaði. Ég passaði mér nú að því að vera ekki að drekka áfengi þessa dag og þetta mánuð. En ég kom náttúrulega alltaf mjög seint heim til mín. Svafst eitthvað? Já, en ég kom seint, þetta voru mjög langi vinnudagar og maður svo sem ekki óvanur því, en þetta var alltaf mjög óvanulegt. Samt reyndi ég að halda í svona ákveðna fastapunta eins og ég reyndi að fara í rektina. Snemma á mótnana. Voru ekki menn að berja það? Nei, það var bara vitleysa. Það var bara einhver óskikja hjá einhverjum. Já, ok. Þetta var bara einhverjum blöðum lasma? Já, það er nú svo mikið sagt sem ekki er rétt, sko. Já, en svo voru þetta náttúrulega mjög langir dagar og mikið að vera og svona erfiðar ákvarðanir á köflum, sko. Já. Það er alveg. En hvað myndið já, nú með spurning, við erum búin að undirbúa okkur, sko. Í fyrsta sinn á ævinni. Það rífðu þetta blað bara. Hverju myndir þú segja beri meiri ábyrgð á hruninu, sko, ríkisstjórnin
eða útrásar gosarnir, skilurðu? Þessi menn sem að voru að kaupa öll fyrirtæki með einhverjum peningum sem átti ekki til og bla bla bla, sem að var eitthvað bannað en löglegt en siðlaust og svona, eða hvort þetta ríkisstjórninni meira að kenna? Nei, ég held að þetta ákveðið samspil að náttúrulega mörgum atriðum, en ég held að bankarnir sjálfur, hafi verið allt of svona sólgnir í að taka áhættu, sólgnir í að stækka, og þeir færðu sér í net það ástand sem var á alþjóðlegum fjármálamörkuðum. Það var fullt af peningum á mjög lágu verði, lágum vöxtum. Þeir voru að taka hérna alveg inn fullt af peningum og svo voru þeir náttúrulega að lána og kannski voru þeir ekki nógu varkárir í því hvernig þeir voru að lána, meðal annars í þessa svokölluðu útrás. En bankarnir sem sagt tel ég að beri nú megin ábyrgð á því hvernig fór, þeir sjálfur, en auðvitað bera stjórnvöldin, ríkisstjórnin og stofnanirnar á vegum ríkisins kannski ábyrgð á því að það var ekki meira eftirlit og að regluverki var ekki svo það var. Menn bara sagt, hætti þessu, þetta er eitthvað ruglaður. Já, það var nú hreft hringt í menn og menn bennur að hægja á sér og reyna kannski að draga eitthvað saman seglin. En ég held að þegar það var komið á þennan tímapunkt í lok september, byrjun október, sko, þá var þetta óumflýjanlegt, ekki vegna þess bara sem gerist þetta heima, heldur vegna þess að það var alþjóðlegur bara fellibylur í fjármálaheiminum og ennþá. Þið sjáu hvað er að gerast í Bretland og Bandaríkjunum, það voru að ausa $100 milljarða inn í bankan og inn í fjármálafyrirtækinu og inn í hagkerfi til að reyna að fá lífi í þetta, örva efnahagslífið. Ég bara spáði þegar ég var að horfa á fréttir. Bankar út öll lönd hafa lent í mjög miklum erfiðleikum, ekki bara hér. Nú, ég viðurkenni alveg að ég er ekkert gríð, ég er ekkert það skarpur, en hvar endar svona bull? Er ekki alltaf hægt að setja inn einhvern pening? Er ekki til seðlabanka sem búa bara til peninga? Það getur bara Bandaríkin fara á hausinn? Nei, þau prenta þetta bara sína eigin seðla og sína eigin mynt, sko, búa hana til ef þess þarf og það er gert í mjög ríkum mæli núna. En fyrir okkur var þetta erfiðara, við getum auðvitað prenta íslenska krónur, það dugar ekki til að borga erlendar skuldir. Nei, búið til meiri peninga, maður! Búið til meira! Þetta er erfitt að segja það. Þetta er voðalega snúið og ég veit ekki hvort við maður fara meira út í þetta, en vandinn er bara þessi að heimurinn er allur í mikilli kreppu og þeir eru stærstu frá sem verið hefur hér síðan fyrir stríð. Og það er ekkert endilega bara þér að kenna svo sem? Nei, ég hef tekið til dæmis Royal Bank of Scotland hérna í Bretland, eitt stærsti banki þar var nú næstum því farin á hausinn, þeir gripu hann í fallinu eins og marga fleiri banka. Ég kannski hafði einhver smá ítök hérna á Íslandi en ég held að sé ekki hægt að kenna mér það hvernig fór með þá. Nei, það er rétt. Það er rétt, en við fórum með Geir fyrir í dag og tókum upp skemmtilegt atriði með honum. Við skulum sjá það og svo höldum við áfram að spjalla hans við. Við þurfum að spyrja hans í Davíð Oddsson, vinn hans. Já, takk fyrir það. Við Sveppi og Geir Haarde erum hérna staddir í Exodus sem er búð og þar sem hann Geir Haarde verslar nú mæntanlega ekki fötin sín oft. Ég efast það, hann er nú svona meiri í jakkafötunum. Ertu alltaf í jakkafötum? Ekki alveg alltaf, en ég er yfirleitt í jakkafötum í vinnunni. Ég er bara í þannig vinnu sjálf. Já, það er svona þinn búningur. Já, við Sveppi fórum nefnilega að spá því að við höfum aldrei séð í neinu öðru en jakkafötum. Og okkur langar svo að sjá þig klæddan eins og skoppara. Já. Ég er ekki vissum að eitthvað langi raun og veru til þess. Við erum svona meira að hugsa fólki heim í stofu. Já. En hefur einhvern tíma verið í hettupeysu og síðan gallabuxum? Já, náttúrulega gallabuxur, en ég hef ekki verið held í hettupeysu. Ekki svo lengi sem ég man eftir. Nei, ok. Það var nú gaman að þessu. Við ætlum að setja hann líka í derhú og svona. Herðu, við erum búin að taka frá einhver föt fyrir þig. Ég er að þetta verða alveg hrikalega hallarastar. En þú mátt hoppa bara þarna inn og fötin bíða þinn. Hoppa þarna inn? Já. Ok. Þetta eru margir hinn í stofu sem alveg bara dreyma að sjá hann í skopprabúning. Ég er bara í einhverju öðru en jakkafötum. Já, nákvæmlega. Nei, sko. Hvað er að gera við þetta? Glúten. Sitja á sig. Nei. Ég sitt bara hérna. Svo er derhúan, sko. Varstu með derhúi sem úlingur og svona? Það kom fyrir, já. Já. Við sko hefði verið sniðugt, þegar mótmælendum voru að leita þér, þá var þetta að vera bara svona, það enginn fatt að þetta væri þú. Þú er bara svona einn af þeim. Röltandi bara með pönnu og sleif bara, þetta er rugl. Heyrðu, þetta lítið bara mjög svona. Já, þetta er sko, þú Nei, ég held að það myndi enginn heilvita hjólabrettagauður vera svona, sko. Já, Geir er trendsetter, sko. Þetta er nú svona. Svo þeir eru alltaf með einhverja svona pósu, sko. Tala eins og sé að tala eins og sé að tala í síma. I'm saying she's a gold digger.
She ain't messing with no broke nigga. Þetta rosa. Þú kæmir svona niður á þing, þá myndi fólk halda bara, oh my god, he lost it. Það væri bara, þú væri farin yfir. Endanlega mikið kallinn. Nú hann loksins genginn að gömlunum. Hlökkum að því. Við verðum að hjálpa honum. Ja, þetta mjög fínt. Þú myndir nú ekki fara svona niður í þing? Nei, ég myndi ekki fara út fyrir dyrnar hérna svona. Kæru gestir heim í stofu, þá erum við búin að ná Geir úr fötunum eins og að kallast í skopparabúning og svona lítur hann út. Stór glæsilegur. Já, velkomin aftur á skjánum. Gaman að sjá Geir í öðruvísi fötum. Það sé nú alltaf í jakkafötum, sko. Nú ertu gaman að prófa svona. Já, þetta eru nú vinnufötin mín, sko. Já, þetta eru vinnufötin þín. Já. Maður nú hálf hallaræslegur í hér, ég var nú að segja það. Þetta var allt frekar skrítið, strákar mínir. En talandum að vera hallaræslegur. Þá á ég nú svona föt, sko. Já, gallabuxur og svona eins. Já, það ekki? Kannski ekki alveg svona skopparlega. Ekki hettupeysu. Nei. En heyrðu, mér ákvæmt að spyrja, þú ert nú gamall skákmaður. Já. Og svona, og hámenntaður, búinn að fara til Bandaríkjanna að læra og alls konar svona. Varstu lúði? Þú varst í menntaskóla? Alveg örugglega. Nei, varstu svona nörd eða? Já, allir það ekki. Þú varst ekkert vaðandi í kvenfólki, það? Já, það var mest að fyrir það. Það gekk upp, sko. Nei, ég vil ekkert viðurkenna að vera nörd. Ég hef til dæmis ekkert gaman af að pæla í einhverju til dæmis eðlisfræði og svoleiðis. Ég var ekki í því, ég var í máladeild. Já, ok. En þarna, ég hefði gaman að söng. Já. Mjög gaman að því. Tóktu í söngvakeppni hjá MR? Nei, það var ekki byrjuð maður. Því var nú fjandans Já. Og ekki heldur spurningakeppni. Nei, en þú Ég hef haft gaman að því. Já. Nei, ég var nú ekki, vil nú ekki viðurkenna að vera einn sérstakur nörd. Nei, viðurkenna það. Hvað þá lúði, aldeilis ekki. Hvað, varst í hljómsveit eða eitthvað? Nú var það gaman að syngja? Nei, ég var ekki í hljómsveit, en ég spilaði pínlítið á píanó og svo sungum við strákarnir, svona sérstaklega þegar vorum að skemmta okkur. Já. Gerum stundum enn. Já, en þarna þú kynnist Davíð í MR, Davíð Oddssyni. Já, við kynnumst í MR. Og vinátta ykkar hefur verið alveg... Já, þetta er orðin 40 ár bara. Er það svona eins og við Sveppi, rosa góðir vinnir? Já, við erum ágætir vinnir, við hittumst ekkert sérstaklega oft nú orðið, en stöku sinnum. Farið og horfðuð á bolta og fengið ykkur bjór eða eitthvað? Og Davíð hefur aldrei verið neitt náhamaður bolta. Nú, það ekki? Hann sagði eins og frá því að hann hætti í fótbolta þegar hann var verið að skipta upp í lið á æfingu og hann lenti í ruslinu, þá hvað hann að hætta. Já, en þið talið alveg saman og svona? Já. En við tölum náttúrulega mest um vinnuna. Við erum náttúrulega samstarfsmenn í mjög mörg ár í pólitíkinni. Ég verð samt að spyrja því að það vildu allir að þú myndir reka hann einhvern veginn. Það var bara eina sem að heyra það á Íslandi og ég var fann að gruna að hann ætti bara eitthvað myndband af þér í ruglinu eða eitthvað sem hann var búinn að hóta að leka á netið eða eitthvað. Hann ætti eitthvað á því síðan á menntaskóla eða eitthvað. Bara þú í einhverju flippi, hvað var máli? Af hverju vildir ekki reka hann? Er það af því hann er vinurinn eða? Þannig í fyrsta lagi þannig að eins og núverandi forsætisráðherra sagt, það er ekki hægt að reka þessum menn. Nei, einmitt. Það þarf þá að breyta lögum eða fá það til að segja af sig sjálfur. Baðst þú hann að segja það? Nei, ég gerði það nú ekki, en við töluðum auðvitað oft saman þessi mál, en ég bað hann ekkert það og hérna... Fannst þú ekki að þú ættir að gera það eða? Nei, mér fannst það ekki eins og sækistóðu. Ég vildi fara aðra leið í þessu máli. Ég vildi gera skipulagsbreytingar á bankonum og fjármálaeftirlitinu saman og þá kom til greina að breyta þarna yfirstjórninni. En það má ekki gleyma því að það eru tveir aðrir menn þarna í bankanum sem eru með honum, bankastjórar. Hann er ekkert alráður þarna, innráður. Þeir eru bara búin að segja af sér? Nei, annar er nú ekki alveg búin að því en þetta eru líka gamlir samstarfsmenn mínir. Ég vann í bankanum með þeim fyrir þegar ég var að vinna þar fyrir 30 árum. Ég var í bankanum í 6 ár. Þessi menn hafa ekki til sak unnið, ekki hafa skapaðan hlut og það er mjög illa búið að koma fram við þá og saka þá ófagmennsku og annað. Þeir hafa helga þessu bankanum alla sína krafta, alla sína starfsæfi. Þannig að Davíð á ekkert eitthvað gamalt myndband að binda ormi í ruglinu. Þannig að Davíð á ekkert eitthvað gamalt myndband að þér að binda ormi í ruglinu. Nei, hann á ekkert slíkt, það get ég algjörlega fullir. En hann ekki, gætið þú mælt með honum sem gesti í þáttinn? Já, það myndi ég alveg hygglust gera. En það ekki? Hann myndi alveg Gætir jafnvel gemsa númerinu til mín? Já, ég vil nú ekki gera það, en ég myndi, já, hann er helvíti fýtt hér. Já, það væri gaman, hann er náttúrulega líka gamall skemmtikraftur. Já. Og þú ert söngfugl, gætið þið ekki enda saman? Hann lék einu sinni jólasvein á jólatíðskemmtunum. Já. Hann er líka svolítið í því. Hann leikur líka. Já, það datt eins og öðru hverju, sko. Nei, Davíð náttúrulega er mjög góður leikari og skemmtikraftur og var mjög flinkur í því hér árum áður. Og ef honum er sagt upp og þú svona þannig sé hættu, þá getur þið farið að skemmta á ásatíðum. Heldur það? Geir og Davíð. Hún séð okkur Örn Árnason saman. Já, þið Örn eru góðir söngvarar. En hvað tekum við hérna núna, bara svona í fljótu? Já, ég ætla að setja náttúrulega út þingið
og svo þarf ég að klára landsfund Sjálfstæðisflokksins og svo veit ég ekki hvað ég tek mikið þátt í kosningabaráttunni, kannski eitthvað. Er ekki komið tími bara að hætta þessu rugli? Þetta er búin erfitt núna. Ég náttúrulega búin að taka þá ákvörðun að vísu svona vegna annarra aðstæðna sem að maður reyður ekki við. En hvað tekur svo við hjá manni eftir að þessu öllu líkur? Ég verð bara að veita ekki. Ég er ekki þannig spáið að maður hefur sjálfsagt ýmislegt sem maður getur gert. Ég hefur alls kyns sambönd í útlöndum og get... Heilar ekkert að slappa bara af? Já, ég hef nú aldrei nefnt að gera það mjög lengi og aldrei verið góður í því. Herðu, þá sannur hefur að fá þig, meistari. Gaman að þessu. Ljómandi gaman. Takk fyrir spjallið. En það hins vegar komið að erlendu fréttum. Þetta einn svona nostalgían í okkur Sveppa og Lási vinn á fréttir utan á heimi. Já, dömurinn! Takk í vilamátunum! Elsti maður í heimi og ekki nóg með það, hann er líka pappi minn! Komið inn, sæl og blessur! Já, komið inn, strákar! Komið inn, allir saman! Hæ, allir! Já, Abi, sest þú bara hérna niður? Slaka á, allir að koma! Jæja, heilsið fólkinu, strákar mínir! Hæ, sælir, ég er hérna líka! Hæ! Hvað segir þú, á ég að hilsa líka eða? Já, veifaðu mannskapnum! Já, komið inn, sæl og blessur! Ég er yngsti sonur hans! Heyrðu, já, og ég er bróðir hans! Sælir, það er eitt sem að mig langaði til að reyna að segja, Nei, Eldus út þér. Já, takk hérlega fyrir kransinn, það er búið forréttindi að vera með ykkur. Hvað segirðu? Fleiri kransa? Já, komið bara inn, 10 fingur út í Guðs, þetta verður allt í góðu lagi með þetta. Herru, hérna hinn kransinn. Já, hent honum á pappa. Já, hvað þá hérna fram, drengur? Hent honum á mig. Hæ? Skellt honum bara utan á mig. Já, ok. Shit, hvað ég er skakkur, maður, og hvað er ég að gera, maður, ég betur sleppt ég að kýla þessa fötu þarna áðan, maður, ég gerir bara eitthvað. Já, og hvað er keppnin? Hún er þarna fyrir innan, sko. Já, verður þau upp á stóru sviði, eða? Já, við keppum allir, og það er allir fyrir framann. Já, sko, við erum að fara að keppna í stóru mottukeppninni og ég er búinn að vera að safna hormottu í nokkur ár og félaga mínir fyrir alltaf mig, það er hérna Tryggvi, hann er búinn að safna mottu, hann er með svona sígilda Tom Selleck mottu og við ætlum að hirða fyrstu 3 sætin, það er nokkuð ljóst, það er stefnan að taka hat-trickið í ár. Já, erlenda fréttir að baki og gesturinn er farinn, topp náungi á ferðinni. Þetta er góður gaur, sko. Já, ég held að allt fólk sé gott með beinið. Ég veit það, þó, hann gerir kannski bara mistök eins og aðrir og auðvitað er fólk reitt út í þjóðfélaginu. Já, hann og svo er kannski margir aðrir búin að gera mistök og kenna honum það. Já. Þetta er góð sáli sem góð. Já, þetta er topp náungi. Það er gaman að fara með honum á B5 og fá sér eitt gráan jafnvel. Af hverju ekki? Nei, ég meina, hann virkaði rosa indæll og eins og ég segi, hann hefur kannski gert mistök, en þetta er allavega góður gaur. Við vitum það. Heyrðu, það er komið ný skoðanakönnun og í síðustu viku var það Vesti tónlistarmaðurinn, nú ætlum við að kynna inn glænýja könnun og þetta er athyglisjúkasti Íslendingur í heimi. Já, og við skulum fá að sjá hverju tilnefndir. Þarna erum við að tala hann Ásdísi Rán, hún er nett athyglisík í henni. Já, nett í honni. Ásgeir Kolbeins. Já, það er nett í honum pínu. Já, Gilsineggerinn, Störe. Já, hann er nett athyglisjúkur. Já, Geir Ólafsson. Já, hann á það til að vera athyglisjúkur. Haffi Haff. Já. Hann er svona athyglisjúkur. Kolfinna Baldursdóttir, já, ok. Þú veist hvað það er? Já, og Ragnhildur Steinun. Já. En það er rosa athyglisjúkar? Ég veit það ekki, þetta eru bara nöfn sem að poppuðu upp hjá fólki sem við töluðum við. Já, og Skjöldur Eyfjörð. Skjöldur Eyfjörð. Maðurinn sem að tók Ego-lagið og setti það í nýjar hæðir. Ég hef aldrei ekki að mikla gæsa á Fjöttin hafa vakað, já, hann svona náða klúri. Þannig ég hvetjum ekki til að fara inn á vísi.is, vinstra megin á skjáinn, þar er könnun Auð og Sveppi og að gera kjósa, því það er alltaf gaman að kjósa. Já, við erum líka bara gaman að fá að vita hver er athyglisjúkar Íslendingur. Við sjálfur, náttúrulega tveir, erum mjög athyglisjúkir. Já, en við erum ekkert að fara að tróða okkur í þetta. Við erum ekki það athyglisjúkir. Það er rétt, En talandi um vísir.is, þá minn ég líka á happaþrenna.is, því að þar er hægt að taka þátt í skemmtilegum leik. Við Sveppi erum á leiðin til London á fótboltaleik og ætlum að kíkja á tónleik og annað. Og ef að þið hefur áhuga að koma með okkur, þá endilega farið þarna inn á og takið þátt í þessu skemmtilega leik. Rétt er það. Og svo er það náttúrulega pósturinn. Já, minnum aftur á hann. Auð-og-Sveppa.stöð2.is. Og það má vera hvað sem er, það er ekkert í þessum þætti sem við gerum ekki, hvort sem að kallast áskorun eða eitthvað annað. Þið viljið sjá okkur gera eitthvað. Þetta er bara ógeðslega opinn og flippaði þáttur. Þetta er það. Ég veit það. Kæri gestir, við þökkum ykkur kærlega fyrir kvöldi, sjáumst í næstu viku. Gamli. Já. Þetta var gamli.